Góðan dag, kæru vinir. Og þeir sem ég hef ekki hitt, gleðilegt ár. Gaman að sjá okkur svona hress og kát á þessu nýja ári. Og ég vona að við fáum að eiga farsælt, blessað og lifandi ár í samfélaginu við Drottinn Jesúm Krist. Við gerðum okkur svona það gamli, ég og kona mín, að við fórum á kaffihúsum daginn, eins og við stundum gerum, brjótum upp daginn og eyðum pening og fáum okkur kaffi og þá var yfirleitt farið í Eymundsson og við tökum þá blöð og fórum að lesa og kynna okkur málið. Og það sem ég sá í Eymundsson daginn, það langar mig til þess að hafa sem ræðuefni hér í dag. Ég ætla ekki að tala við ykkur um kaffi, en ég ætla að tala við ykkur um fréttir, tala við ykkur um efni, sem í raun og veru 2600 ára gamalt og það prentað í hjá flottustu fjölmiðlum og prentsmiðjum í dag. Og ég veit að þið eru sjálfsagt jafn undrandi og ég sá þetta blað, Konungar Biblíunnar. Og það verið að taka sögu margra konunga sem eru nefndir í Biblíunni en hvergi annar staðar. Og það ekkert vitað konungana í þessum löndum á þessum tíma nema nöfnin séu skráð einhvers staðar. Og oftast nær þá uppsprettan af tveimur stöðum. Annars vegar úr ritum Biblíunnar eða frá leirtöflum sem menn hafa uppgötvað við fornleifa rannsóknir í Mið-Austurlöndum. Það kemur fram í þessu blaði nafn sem heitir Hiskía Júdakonungur. Hann fær heila blaðsíðu í þessari opnu eða í þessu blaði og mér þótti svo rosalega merkilegt hvað hægt að segja akkurat þennan konung. Og vitið þið, þetta talaði svolítið til mín. Og ég hugsaði með mér, getur verið að við hér í Keflavík og þú á Íslandi í dag, þú sért bara í mjög svipaðri stöðu og Hiskía Júdakonungur. Ég var í Jerúsalem fyrir nokkrum árum og þá keypti ég mér aðgöngu að göngum Hiskía. Hiskía Júdakonungur þessi, hann lét grafa göng í gegnum kletta, þau eru 500 metra löng og þau eru hlykkjótt og í botni gangana rennur vatn. Og við förum alveg suður fyrir Jerúsalem borg að lind sem kölluð Gíhon lind. Það gerði Hiskía konungur að grafa í gegnum klettana vegna þess að hann var í hvínandi vandræðum. Málið var það að konungur Assýringa, Sanherib, hann sló vörn í kringum Jerúsalem og hann skrifaði sjálfur á svona 6 strendar steina, þá skrifaði hann í fleigu rúnum að hann hafi komið til Jerúsalem borgar og hann hafi króað konunginn af, hann Hiskía, sem neitaði að borga skatta og hann hafði hann eins og fugl í búri, hann gat ekki flúið hvorki inn né út og hann ætlaði að svelta þennan Hiskía Júdakonung. Hann var tilbúinn með matseðil handonum og hann sendi sendiboða sinn markskálkinn og sagði hann að segja við Hiskía, þú skalt gefast upp, ellegar að þú færð að borða þinn eigin skít og drekka þitt eigið þvag. Þetta var matseðil sem að Sanherib var búinn að bjóða Hiskía. Hvað myndir þú gera ef að óvinakonungurinn þinn væri að bjóða þér til veislu og þetta væri matseðillinn? Og þetta svona talaði til mín á þann hátt. Eru við bara ekki oft í mjög svipuðum kringumstæðum? Biblían talar við okkur að við eigum okkar óvin, við eigum okkar Satan og hvaða matseðil skyldi hann vera að bjóða okkur? Það eitthvað í líkingu við það sem Sanherib var að bjóða Hiskía Júdakonungi? Það hægt að segja meira þennan Hiskía, meðan annars það,
að áður en að hann gerði uppsteyt og stóð í gegn Sanherib Assýríu konungi, að þá fór hann að borga honum skatta og skyldur. Þá tók hann alla fjársjóðu musterisins, silfur og gull, 300 sikla silfurs og 300 talentur silfurs og 60 talentur gulls, og hann tæmdi í raun og veru fjárhirslur musterisins. Öll fegurðin, öll auðæfin, allt sem helgað var Guði, það fór í þennan Sanherib og hann var samt ekki saddur, ánægður eða glaður. Þetta bjargaði honum ekki neitt. Og Hiskía, hann fann líka inn á það að hann gat ekki staðist gegn þessu ægivaldi Assýringa. Svo hann freistaði svolítið til þess að fara til Egyptalands eða til konungana í kring og semja við þá og baða þá að koma og veita sér liðsinni, styrkja sig í því að ganga gegn Assýríu konungi. Þá þessi tengdapappans kemur í heimsókn, Jesaja. Þið getið lesið þetta allt saman, ég ætla ekki að lesa mikið í dag, ég ætla bara að segja ykkur þetta. Ég getið lesið þetta allt saman bæði í Jesaja 36, Jesaja 38, við getum farið í aðra konungabók 18 og 19 og þar eru þessar sögur geymdar. En hvað gerist? Jesaja kemur til hans af því að Hiskía hafði leitað ásjár og baði Jesaja að tala við Guð og spyrja hann ráða, hvað á ég að gera? Og Jesaja talaði við Guð og Guð segir við Jesaja, segðu Hiskía Júda konungi, af því að hann hafi verið að gera Guðs vilja og hreinsa til í hans lífi. Hingað mun ekki vera skotið inn einni ör og hann mun aldrei komast inn í þessa borg, því að ég mun láta hann heyra fréttir sem gera hann afhuga og þá mun hann snúa sér frá borginni og fara heim. Og það var í það minnsta 200.000 manna her sem að Sanherib var með í kringum Jerúsalem og hann var búinn að afgirða borgina. Og Hiskía, hann hafði örugglega þurft að glíma við raddirnar sem sögðu, gefst upp. Þetta vonlaus staða. Við erum ekki nema örfá þúsund. Við skulum bara borga peningana, við skulum bara reyna að halda lífi. Það er eflaust alls konar svona sögur sem að hann þurfti að hlusta á. En Hiskía, hann leitaði til spámannsins og hann leitaði til drottins og fékk svar. Svo gerðist það hjá Hiskía Júda konungi. Hann var bara rólegur, það var alltaf nóg vatn í borginni, það var ennþá nægur matur og fólkið í borginni gat hvílt sig í því að vera óttalaust. Er þetta ekki svolítið merkilegt að það skiptir svo miklu máli að við höfum engan ótta? Þess vegna segir Jesús Kristi við okkur í Jóhannesi 14, hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Og hvar eru við í þessari trú okkar gagnvart Guði almáttugum? Þú í þínum kringumstæðum, hvert leitaru? Þú með þín vandamál, talar það við drottinn, kemur með þetta til spámannanna, ferðu með þetta í söfnum, förum við og tölum við Guð og segjum, hver er lausnin í mínum kringumstæðum? Og fyrst að Hiskía fékk lausn í sínum kringumstæðum, þá er Guð með lausn í þínum líka. Heyri ég með því? Þetta er mjög mikilvægt að átta okkur á því að saga þessa manns sem er talin vera áhugaverð í blöðum frá National Geographic, hún er ekki síður áhugaverð fyrir það að nafn þessa manns fær að standa á spjöldum Biblíunnar. Hann er settur fram sem dæmi mann trúarinnar sem hvíldi óttalaus í hendi Guðs, hlustaði á röddu spámannsins og Guð gerði sig dýrlega. Það þýddi ekki að hann þurfti ekki að taka á. Hann lendir í vandræðum. Hann horfði fram á ógnanir og skelfingar og það voru alls konar vandamál sem hann réð ekki við, en hann þurfti að læra, hvíldu í Guði með þín mál. Leyfðu Guði stjórna. Svo gerist það
Dag einn, þegar Ísraelsmenn að fara á fætur, borgin að vakna, þá bara engin óvinna her fyrir utan borgina. Hann hafði horfið á einni nóttu. Ekki alveg horfið, það lágu 180.000 hermenn dánir. Það kom drepsótt upp í búðunum. Biblían segir að enginn drottins hafi slegið á og þeir hafi dáið 1000 saman. Og Sanherib, hann var allt í einu herlaus maður. Hann fór heim til sín, slippur og snauður, og þó hann hafi fengið peningana úr musturinu og gullið og silfrið, að þá fór hann valdalaus maður heim til sín. Og hvað varð þennan Sanherib? Hann skráði sögu sína, svo einn dag þegar hann var að dýrka sinn Guð og var í musteri Marduks, þá voru synir hans sem unnu á honum. Hugsið ykkur, Hiskía fékk að lifa áfram. Svo leið tími og ég veit ekki hve mörg ár voru á milli, en það gerðist þarna sem sagt frá því í Jesaja 38 og komið nú með mér aðeins þangað í þá kafla, að Hiskía, hann fær heimsókn. Og það Jesaja spámaður sem kemur til hans, tengdapappans. Og þegar þið skoðið í Jesaja 38, þá sjáum við það að Hiskía, þrátt fyrir allan þennan sigur, búinn að vinna Sanherib, konunga Assýringa, þá liggur hann dauðvona maður. Og Jesaja kemur til hans og hann með fréttirnar, ráðstafuðu húsið þínu. Og þá segir í 38. kapitúlunum, þær mundir tók Hiskía sótt og var að dauða kominn. Þá kom Jesaja Amosson spámaður til hans og sagði við hann, svo segir drottinn, ráðstafa húsið þínu því að þú munt deyja og eigi lifa. Þá sneri Hiskía andliti sínu til veggjar, bað til drottins og mælti, æ drottinn, minnstu þess að ég hef gengið fyrir augliti þínu með trúmennsku og einlægu hjarta og gjört það sem þér þóknanlegt, og hann grét sáran. Og sjáu hvernig hann rökraði við Guð. Hann telur fram sín eigin góðverk. Og þetta alveg rétt. Þetta var maður sem hafði komið fram af mikilli gæsku og sýnt fram á það að hann var alveg traustsinsverður, vegna þess að hann var búinn að sýna það, hann var búinn að hreinsa til í landinu og hann var búinn að fara í gegn alls konar skurgoðadýrkun, alls konar vitleysu sem Ísraelsmenn voru í, og hann vildi hreinsa til bæði í musturinu og laga trúar minnstur gyðinga þannig að það væri Guði til sóma og honum til dýrðar. Hann skildi nákvæmnina í því sem að Jesús Kristur að kenna okkur í faðirvorinu, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki. Og þetta nákvæmlega það sem við á Íslandi þurfum að gera með okkar trú, okkar kristnu trú. Við þurfum að helga nafn Jesú Krist. Það eðlilegt að söfnuðurinn, hann hafi Guð almáttugan sem ber heilagt nafn. Og við eigum þess vegna að vera helgaður líður honum til dýrðar, ekki satt. Það ekki alveg sama hvað við segjum eða gerum eða hvað við erum. Og Hiskía nefnir þetta frammi fyrir Guði. Og þá kemur stóra málið, stóra undrið í lífi Hiskía. Það segir frá því í 4. versinu þarna, þá kom orð drottins til Jesaja svo látandi, far og seg Hiskía, svo segir drottinn Guð Davíðs, forföður okk þíns, ég hef heyrt bæn þína og séð tár þín. Sjá, ég vil enn leggja 15 ár við aldur þinn, og ég vil frelsa þig og þessa borg frá hendi Assýríu konungs, og ég mun venda þessa borg. Og það kemur alveg greinilega í ljós að þetta orð vonarinnar sem að Jesaja kemur með til hans. Svo segir sagan, og þetta skaltu þá til marks hafa af drottni, að drottinn mun efna það sem hann hefur heitið. Sjá, ég færi aftur stig skuggan, með sólinni hefur færst niður á sólskífu Akasar 10 stig. Og sólin færðist aftur á bak þau 10 stig á sólskífunni hún hafði gengið niður. Getur þetta bara verið?
að sólin allt í einu, hún komin þarna á vesturloftið og svo allt í einu þá bakkar hún. Nei, ef við ekki að breyta þeim sögunni. Þetta svona eina af þessu sögum sem að við hugsum okkur, hvernig þetta hægt? Getur sólin virkilega gengið aftur á bak? Það annað merkilegt við þetta líka. Þessi frásaga sem hér kemur sem undur og tákn fyrir Hiskía Júdakonungs, hún skráð annar staðar. Fornleifafræðingarnir sem voru að grafa upp í Egyptalandi, þeir fundu papírushandrit sem sagði frá því að á einum degi þá hafi sólin gengið aftur á bak. Svo Biblían og Egyptarnir, þeir upplifðu það sama. Þetta tilviljun? Nei, þetta undur drottins sem fylgir Guðs mönnunum. Og gáðu að því, kæri vinur, þér finnst þú kannski vera rosalega smá og lítill, eða smár og lítill í Guðs samhenginu. Þegar við erum að horfa á þætti hnettina og himingeiminn, þá erum við ofsalega smá. Og við spyrjum, þekkir Guð okkur með nafni? Veit hann hvað við heitum? Hann eitthvað að spyrja hvað við erum eða hvernig við erum? Fyrst hann þekkti Hiskía Júdakonung með nafni. Hann svaraði honum í kringumstæðum hans. Hann lét hann standast frammi fyrir ógnarveldi Assýringa. Hvað að Guð geti ekki gert í þínu lífi? Af hverju erum við þá stundum að hleypa áhyggjunum af okkur sjálfum? Af hverju erum við að láta áhyggjuna þrúga okkur niður og þrýsta okkur niður og við erum að spyrja, við jafnvel leggjumst niður og segja, Guð, hvar ertu? Guð, hvernig get ég fundið fyrir þér? Og við erum mörg hver að lenda í svona kringumstæðum hvað eftir annað að við segjum, ég finn ekki fyrir Guði. En Guð þekkir nafnið þitt. Guð, hann skrifar nafn þitt í lófa sér. Hann þekkir þig út og inn. Hann vissi þig áður heldur en þú varst ómyndað efni. Munið eftir því sem Birgir sagði við okkur hérna á föstudaginn. Þegar hann var að stíga upp í ræðustól Alþingis, þá allt í einu kemur andi Guðs yfir hann og það rifjast upp fyrir hann þetta vers. Meðan þú varst enn ómyndað efni, þá þekkti ég þig. Svo þegar Guð þekkir okkur sem ómyndað efni, kæru vinir, hvað haldið að Guð sé tilbúinn að gera fyrir okkur í dag? Við erum ekki vonlaus og við erum ekki vondauf, horfum til þess með von og með trú hvað Guð getur gert í þínu og mínu lífi. Ég veit ekki hvort að þú muni fá að reyna svipað og Hiskía. Ég veit ekki hvað Guð ætlar að gera í þínu lífi, en þú skalt aðeins átta þig á einu. Það að sá Guð sem við trúum á. Hann gerði undur og stórmerki á dögum Hiskía. Sá Guð sem við trúðum á. Hann sendi okkur Jesúm Krist sem ljós heimsins og hjálpar okkur til þess að vera þeir þjónar sem að þjónum honum í anda og sannleika. Og ekki Guð einmitt að leita slíkra tilbiðjenda, þeirra sem tilbiðja hann í anda og sannleika. Og Hiskía Júdakonungur, hann fékk að lifa 15 ár í viðbót. Ég veit að við erum afskaplega ánægðir, við fengjum að vita það að við eigum eftir 15 ár, en Guð að gera fyrir þig miklu betur en það. Hann að bjóða þér og mér 1000 ár. 1000 ár. Þessi saga Hiskía Júdakonung og Guð sem stjórnar tíma og tíðum og þekkir undur veraldarinnar. Hann sá Guð sem útbjóð þér leiðina í Jesú Kristi inn í nýja tíman, þar sem við fáum að vera með Kristi alla tíma. Gleymum því ekki að þetta orð sem við erum með og drottin að tala til okkar hjá Jesaja spámanni, það rifjað upp fyrir okkur í blöðunum eins og þessum sem við getum keypt í Eymundsson. Það verið að rifja upp söguna fyrir okkur til þess að byggja upp þína trú. Til þess að þú gleymir ekki hver Guð í þínu lífi. Og þó að þú hafi lent í þeim kringumstæðum að þér finnst þú jafnvel umkringdur af óvinarins veldi og að Satan að reyna að brjótast inn í þína borg. Þú borgin sem að Guð á sjálfur.
Þú ert borgin sem að heilugum anda ætlað að búa í. Þú ert sagður vera líkaminn musteri heilags anda. Það ekki alveg sama hvernig þú fer með líkamann þinn og það heldur ekki sama hvernig þú lítur á sjálfa þig. Í Jesú Kristi eru allir vegir færir. Og það aðeins ein leið sem við förum. Það mjói vegurinn, það vegurinn sem liggur til lífsins og vegurinn sem í samræmi við þetta heilaga lifandi orð. Hiskía Júdakonungur, hann var síðan allur eftir þessi 15 ár. Hann hvarf líka á braut, hann gat ekki flúið dauðan, ekki frekar en þú og ég. En við vitum þó eitt, að sá sem ræður yfir sköpuninni, ræður yfir dauðanum, gefur okkur lífið, hann hefur útbúið okkur tíma að við fáum að vera með honum alla tíð og tíma. Trúðu og Drottinn mun gera sér dýrlegan hjá þér, vertu vongóður, ekki láta hugfallast, horfðu til þess sem að Guð við ætlar að gera og Guð að gera og þú munt jafnvel sjá sólina bakka, þú munt sjá hvernig tíminn, hann endurlífgast, hann gefið þér að nýju, hann mun endurnýja tímaninn sem að tala líka í Jóels spádómsbók, það sem að Jóel segir að hann mun bæta þér upp, horfin ár, tapaðan tíma. Guð almáttugur skapari himins og jarðar, hann hinn sami í gær og í dag og við mögum sannarlega treysta því að það sem apostolarnir stóðu fyrir og við eigum hlutdeild í, það bæði skráð í ritningunni og í svona bókum. Ég fékk nefnilega líka þetta blað fyrir nokkrum árum og þá kemur í ljós að nafni Jesaja og Hiskía finnst einnig á svona leirtöflum sem voru notuð sem innsigli á þessum dögum. Þetta eitt af stoltum gyðinganna í dag sem hjálpar þeim til þess að halda velli og segja landið okkar vegna nöfn þessara manna. Þau finnast í jarðveginum. Guð hefur skráð steinana sem hrópa ennþá sagan sönn. Hvað heldur að Guð vilji gera hér á Íslandi? Við ekki dæmd til þess að vera guðleysingjar eða vera guðlaus þjóð. Þetta land okkar land sem búið að státa sig af því að hafa valið kristnina umfram önnur trúarbrögð. Og athugiði, það var heiðinn maður sem steig fram á alþingi Íslendinga og hann sagði, við skulum hafa eina trú. Trú á einn Guð, Föður, Son og heilagan anda. Þetta var Þorgeir ljósvetningagoði. Hann var ekki kristinn maður. En hvað sá hann? Hann sá undur sem að tengjast því að trúa á Jesum Krist. Hann sá breytingu sem verður á því þegar menn fara að treysta að Guð almáttugur, hann hafi ráð og völd í hverju landi fyrir sig. Þegar Þorgeir ljósvetningagoði kemur fram með þessa niðurstöðu og segir þetta á þingvöllum, þá lá við að þingheimur berðist. Það var nánast hver einasti maður klæddur vopnum og tilbúinn til þess að berjast fyrir þann málstað sem hann stóð fyrir. 3 þingum seinna, bara 3 þingum seinna, þá var til þess tekið að það var einn maður sem mætti vopnaður til þings. Á 3 árum við kristnitökuna eftir það, þá hafði í raun og veru allur vopnaburður á Íslandi horfið. Hvað kom yfir landið? Friður sem að þeir höfðu aldrei kynnst. Hvað heldur að Guð vilji gefa okkur og gefa landi okkar ef við göngum Jesú Kristi á hönd? Það ekki bara það að hann gefur okkur nýjan tíma og setur sólina aftur á upphafsreit. Hann ætlar líka að veita okkur þann frið og fögnuð sem æðri öllum skilningi. Heyri amen við þessu? Ef við biðja Drottinum að varðveita okkur í sínum höndum. Það ekkert eftir en það að við segjum bara í einlægni, Guð, leyfðu mér að ganga þinn veg og varðveitast í þér.
Við skulum standa upp, gjörðu svo vel. Jesús minn, ég þakka fyrir elskaði Herra, að við eigum þessa sögur hetjur þína, drottinn minn, það sem þú gerði dýrlega. Þú varst með á dögum Jesaja og Hiskía og þakka elskaði Herra, við munum horfa til þess með vonar augum og með trúar augum, drottinn minn, að þú ert í gær og í dag hinn sami og eilífð. Og viljirðu á okkar tíma gef okkur undur og tákn og stórvirki, þá þökkum við fyrir það, elskaði Herra. En eitt biðjum við, varðveitt okkur í þinni hendi. Leyfðu okkur að vera þín. Skráðu nöfn okkar í lífsins bók. Leyfðu okkur að eiga vonina og trúna, drottinn minn, að þú sem öllu ræður og hefur vald yfir tíma og tíðum, þú sett Herra og drottinn í lífi okkar. Við felum okkur í þínar hendur í Jesú nafni. Amen. Guð blessi ykkur, systkini, og varðveitt ykkur í því að þið eruð í hendi Guðs. Og það stundum erfiðara fyrir Guð að eiga við okkur mennina heldur en alla sólina, þó sé miklu, miklu stærri. Gleymum því ekki, við þrjósku kindurnar erum einmitt þeir sem að Guð að leita að. Hann að leita hennu týnda til að frelsa það. Drottinn blessi ykkur. Amen.